Góðan daginn, þá ætlum við að fjalla hérna kafla 6 sem siðfræði, rannsókna og siðanefndir og það mjög gott að þið rennið yfir kaflan líka og lesið aðeins yfir hann vegna þess að það eru dæmi í honum sem eru svona vera að vitna í hitt og þetta og þið getur bara séð það á undirstrikunum af því þið eru náttúrulega bara með ljósit af kaflanum þannig að þið getur kíkt og skoða hvað er strikað undir. Það eru ákveðna siðferðilega kröfur sem að við allt fólk þurfum að fara eftir og það er þetta með að menn og dýr hafa sjálfstæða hagsmuni sem þarf að virða. Við getum ekki bara vaðið yfir allt og alla eins og okkur langar eða langar ekki. Og hluti af þessu er til dæmis að valda ekki óþarfa þjáningu og ekki að vanvirða ákvarðanir einstaklingar sem eru sjálfráða, fólk sem er orðið 18 ára og eldra, að það hefur rétt til að taka eigin ákvarðanir og við verðum að virða það þó okkur finnst það kannski ekki alltaf bestu ákvarðanirnar. Og svo er það þetta með að mismuna fólki ekki á neitt hátt. Hvað er siðfræði? Einfaldasta svari er náttúrulega að það er verið að leita svara hvað er rétt og rangt og hvað er gott og illt. Og í framhaldi af því að þá erum við að spá í hvernig er hegðun og hugafar fólks háttað á móti hvaða hegðun og hugafar ætti að ríkja. Hvað er fólk að gera en ætti kannski að vera að gera eitthvað allt annað. Það er kannski ekki alveg það sama. Og hvað er þá siðferði rannsókna? Siðferði rannsókna fjallar í rauninni bara í stuttumálum það hversu mikla áhættu má rannsóknir fela í sér fyrir þátttakendur svo hún teljist réttlætanleg. Hvenær höfum við rétt á því að leggja gera einhverja rannsókn ef hún er kannski farin að skaða þátttakendur. Og hluti af þessum spurningum sem maður er þá að velta fyrir sér er, til dæmis, er í lagi að það sé verulega áhætta fyrir þátttakendur svo framalega sem þeir eru upplýstir fyrirfram og velji það sjálfir að fúsum og frjálsum vilja að taka þátt. Er þá allt í lagi að leggja, að byrja þessa rannsókn? Geta rannsóknir þar sem ekki er upplýst samþykki þáttakenda átt rétt á sér? Hvaða skilyrði þarf að uppfylla svo það sé ljóst að þáttakandi hafi gefið upplýst og óþvingað samþykki fyrir þáttökunni? Hvers vegna skiptir máli að afla þessa samþykkis og síðan í framhaldi af því hvers þarf að gæta við val á þáttakendum? Væri til dæmis réttlætanlegt að gera rannsóknir á börnum eða eldra fólki sem ekki er hæft til að gefa upplýst samþykki? Væri það þá allt í lagi ef að þó að þetta væri kannski fólk sem er með elliglöp eða eitthvað eða börn sem eru undir aldri sem ekki náttúrulega mega í rauninni gefa samþykki? Því það eru það foreldrarnir sem eiga að gefa samþykki. En væri allt í lagi að hafa þessa leggja rannsókn fyrir við þennan hóp ef hann væri til að væri verið að gera rannsókn sem myndi bjarga rosalega mörgum öðrum. Þetta er allt spurningar sem þarf að velta fyrir sér. Siðferðileg rök eru þá til dæmis að við fordæmum allar aðstæður eða atburði sem valda saklausum skaða og við fordæmum líka eitthvað sem leiðir til þess að gæðum er misskipt. Þannig að það á ekki að vera þannig. Við fordæmum líka atburði sem valda yfirgangi eða virðingarleysi. Það á ekki að ganga yfir annað fólk. Og síðan, til þess að flækja þetta ennþá meira, þá geta siðareglur verið annarkvort almennar eða sérhæfðar. Það eru 4 reglur sem felast í þessu. Og það er sjálfræðisreglan, það er skaðleysisreglan, það er velgjörðarreglan og það er réttlætisreglan. Sjálfræðisreglan, hún er bara þetta að kveður á virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar og maður þarf alltaf að spá í þessu. Fólk hefur á virðingu skilið. Síðan er það skaðlæðisreglan að ekki fela þetta má ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þáttakendunum þó þau séu að taka þátt. Velgjörðarreglan er í rauninni að það er skylda rannsóknarda til að gera einungis rannsóknir sem eru líklegar til hagsbóta fyrir mannkynið allt saman, fyrir heildina. Ekki bara gera einhverja rannsókn bara fyrir einhverja örfáa og sem mun ekki gagnast mörgum. Og síðan er það réttlætisreglan í 4. lagi. Hún kveður á sanngirni í dreifingu gæða og byrða og hver og einn eigi að fá það sem hann eða hún eigi skilið. Og oft hafa í vísindarannsóknum þá hefur það því miður lent þannig að þetta eru fátækir, þetta eru minnihlutahópar, vistmennastofnunum, fangar, börn eða eitthvað annað sem að í rauninni hafa veika stöðu í þjóðfélaginu. Ávinningurinn af þessu rannsóknum skila sér hins vegar fyrir heildina og það er þetta sem við erum að tala um þegar við erum að tala um
að við þurfum að horfa á fyrir hverju þetta og það þá bara allt í lagi að leggja fyrir rannsókn ef að þetta fyrir heildina. Réttlætiskendin hefur þess vegna verið notuð líka til að berjast gegn afleiðingum slíkar verndarinnar. En þetta samt allt hluti sem þarf bara að spá í hverju sinni þegar fólk að leggja svona rannsóknir fyrir. Og við höldum bara áfram. Íslensk lög gera skýran mun á almennum og viðkvæmum persónuupplýsingum. Viðkvæmar persónuupplýsingar fjalla uppruna, litarhátt, kynþátt, stjórnmálaskoðanir, trúarskoðanir, aðra lífskoðanir, heilsuhagi, kynlífshagi, stéttaraðald og svo framvegis. Einkalíf fólks nýtur friðhelgi ef aðrir hafa ekki aðgang að upplýsingum það. Og þá erum við að fjalla semst þetta almennar eða þetta viðkvæmar upplýsingar. Almennar upplýsingar eru þá upplýsingar sem allir geta haft aðganga, til dæmis hvaða bíl ég á. Það sjá allir þegar ég að keyra heima frá mér eða út í umferðinni hvernig bíl ég á. Hins vegar leið ég búin að loka hurðinni heima hjá mér, að þá þetta orðið viðkvæmar upplýsingar sem þar fer fram, því þetta ekki það sem allir vita. Persónugreinanlegar upplýsingar eru þær upplýsingar þar sem mögulegt að komast að því með því að horfa eða lesa rannsóknina hvaða einstaklingi það lýsa. Og þessi gögn verða alls ekki ópersónugreinanleg þó að nöfn og kennitölur séu dulkóðaðar. Ef þetta eru stóra rannsóknar að ræða þá þarf að búa sér til lykil til að tengja saman það sem maður búin að fela viðkomandi og sá sem hann í raun og veru. Sem sagt Anna Kristín, hún Jóna Jóns. Og ef þetta eru mjög margir, ég með stór lykil yfir margt fólk, þá þarf ég að passa það sé ekki hægt að komast í þennan lykil og finna út hverjir þetta séu. Og þetta mjög mikilvægt. Tilraun eða athugun, hver munur þarna á milli, hann í rauninni mjög einfaldur. Það bara, í tilraun yfirleitt verið ætlunin að athuga hvort að það verði einhverja breytingar með að bæta einhver inn. Til dæmis ef ég gef fólki lyf, mun það breytast. Í athugun þá erum við að tala við fólk eða fylgjast með því og við ætlum ekki að breyta neinu. Þetta upplifun þátttakanda hverju sinni sem að skipta máli. En þá ekki að gera neina breytingar, ekki setja inn neina auka þætti sem verða til þess að verða einhverja breytingar. Siðfræðin í svona athugunum eru fyrst og fremst trúnaðarskyldan varðandi upplýsingar sem koma frá þáttakendunum. Og það að nota dulkóða og dulnefni. Og þetta svo að maður notar alltaf lámars upplýsingar sem mögulega gæti orðið til þess að hægt vera að þekkja þátttakandann. Til dæmis starf, tekjur, aldur, þarna gæti maður fundið út hver þetta væri. Ef við værum að taka viðtal við eitthvað sem maður býr til dæmis á Önundarfirði og ég segi þetta 40 ára kona sem vinnur á leikskólanum og ég búin að fela hana, þá ekkit voðalega erfitt fyrir mig að koma að staði hvaða kona 40 ára á leikskólanum. Nú veit ég ekkert eins og hvort það leikskóla Önundarfirði, þetta bara dæmi. Síðan þarf að fá upplýst samþykki og þetta upplýsingablað sem þáttakendur og sá sem tekur rannsóknina skrifa undir. Eiginlegar aðferðir og þessi siðfræði, við erum að taka djúpviðtöl og þau geta komið á stað tilfinningalegu róti sem rannsakandi ræður ekki við. Og þess vegna ég að biðja ykkur að taka ekki viðtöl við eitthvað sem viðkomandi hefur ekki talað áður. Þið reynið að taka eitthvað sem í lagi að tala Þáttakandinn á alltaf rétt á því að vita í hverju þáttakan felst og hvernig upplýsingarna verða birtar. Hann má hætta við þáttökuna hvenær sem Hann hefur líka rétt á að lesa skýrslunni yfir og þá leið rétt til að draga tilbaka ákveðnar upplýsingar. Og það mjög oft erfitt að fjarlægja öll persónugreinanleg einkenni og það skiptir þá rosalega miklu máli að trúnaður, þagmælska og varkárni rannsakanda sé í lagi. Og þetta sérstaklega við á Íslandi sem svo lítið og það svo auðvelt fyrir okkur að komast að því hver hvað. Það ákveðnar siðareglur í gangi og siðanefndir í hverju landi. En það svona heildarreglur sem mannfræðisamtök Bandaríkjanna gáfu út fyrir eiginlegar rannsóknir árið 1983 og það hægt að finna þetta allt saman á netinu. Og þið sjáu það bara í bókinni ef þið viljið fara að fletta þessu eitthvað upp. Siðfræðirannsóknir hins vegar í sífelldri þróun. Þær ekki búin að vera óbreyttar frá því 1983. Enda væri það mjög skrítið þar sem að rosalega mikla breytingar hafa orðið á öllum hlutum og bara lífi og starfi fólks og annað. Siðanefndin á Íslandi, allar rannsóknir á mönnum þurfa samþykki siðanefndar
og hlutverk þessara nefndar er að sjá til þess að öllu reglum sé fylgt. Ef þetta eru rannsóknir þar sem nota á gögn úr sjúkraskám eða fá lífsýni, þá það líka leyfi frá persónuvernd. Þá það semst leyfi frá tveim stöðum, bæði frá persónuvernd og frá siðanefnd. Og það þarf að semja upplýsingablað samþykki sem leggja á fyrir þátttakendur áður en sótt er til siðanefndar. Og þetta þurfið þið að gera. Þið þurfið að semja svona upplýsingablað. Og í það sem þarf að koma fram í þessu, það er að ávarpa þáttakanda beint. Það er semst ekki að tala við hóp, heldur ég er að tala bara við þig. Nota skiljanlegt orðalag svo allir skilji og það sé engin hætta misskilningi. Hafa skýra framsetningu með fyrirsögnum og millifyrirsögnum ef við á. Segja frá því hvað rannsóknin snýst og hver það er sem leggur hana fyrir. Það er sem sagt nafnrannsóknar og tilgangur. Þess vegna verðið að vera komið með það áður en þið farið að tala við fólk hvað ætlaði að gera. Þið verðið að vita hvað þið að fara að tekka á. Það þarf að segja frá því líka á þessu blaði að viðkomandi geti hætt við hvenær sem er og þarf ekki að svara öllum spurningunum. Báðir aðilar skrifa síðan undir blaðið. Og það er á blaðsíðu 85 að þá er að finna dæmi hvernig hægt er að orða svona hluti og þið þurfið náttúrulega ekki að hafa þannig en þetta er samt bara svona dæmi. Það stendur hana, gæti til dæmis verið: ég hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar og aðstandendur rannsóknarinnar hafa veitt mér þar útskýringar sem ég hef óskað eftir. Ég tel mig skilja tilgang rannsóknarinnar, auk mögulegs ávinnings og áhættu við hana. Ég veiti þáttöku minni hér með upplýst og óþvinga samþykki. Og þetta er mjög mikilvægt. Við gerum ekkert fyrir heldur en við erum búin að búa til þetta blað. Þetta er sem sagt bara það sem við ætlum að fjalla og ég hveti ykkur til að lesa kaflan því það er ákveðnir hlutir þarna bara svona case studies og svona dæmi sem að geta verið skemmtileg og gera þetta kannski auðskiljanlegra.